Já, velkomin að Rauðaborðinu. Við ætlum að fjallum ýmislegt í þettum í kvöld. Það er hún Gyða Margrét Pétursdóttir kemur hérna á eftir og við ætlum að tala vændi og hvaða leið er út úr vændi. Kemur allt í ljós núna á eftir. En hann Ásgeir Daníelsson kemur hérna líka. Hann var lengi hagfræðingur í Seðlabankanum. Það ekki lengur, við komum inn á eftirlaun. Og við ætlum að ræða eldfimt mál, tengsl launa og verðbólgu. 2 eldfim mál, vændi og tengsl launa og verðbólgu. Og svo það fréttir dagsins sem eru eldfimar eins og vanalega, það ekki? Jú, það hefur verið þannig síðustu vikunar. Það er alltaf eldfimar fréttir. Grái herinn, hann tapaði máli sínu í dag gegn Hæstarétti. Þau hefði sem sagt kært ríkið og tryggingastofnun ríkisins að þau fóru fram á það að tryggingastofnun ríkisins hefði verið óheimilt að skerða greiðslur þeirra, eða ellilífeyri þeirra og heimilisuppbót vegna lífeyrissjóðsgreiðslna sem þau voru að fá. Og þau töluðu það í dag að þegar þetta lífeyrissjóðskerfi var kynnt 1968, segja þau, að þá hefði aldrei hefði ekki verið svo að það ætti að skerða tryggingarnar með lífeyrisgreiðslana. Hæstiréttur ekki vilja lesa þann anda inn í lögin. Nei, þau hafa ekki verið sammála og grái herinn er núna að skoða að fara með þetta í Mannréttindadómstól Evrópu. Spurning hvað kemur úr því? Ég veit ekki. Nei, maður veit ekki. Þetta náttúrulega, þetta mál sem við vorum í gær að tala svona félagsleg réttindi og borgaraleg réttindi og eignarréttindi. Þetta mál sem háð út frá að þessi eignaréttur, að bætur almannatrygginga, hæstu bætur, séu réttur sem að þú átt. En bætur almannatrygginga eru skiptar, það eru grunnbæturnar sem eftirlaun og síðan það þeir sem að hafa minna umleikis sem að fá heimilisuppbót og ýmsar bætur til þess að bæta það. En grunnurinn skerðist ekki. En það sem þarna fyrir ofan, að það skerðist. En var þetta kynnt svona á villandi hátt eða hvernig? Í þarna 69, 68 þegar þetta að koma? Sko það eru menn sem að sögðu að lífeyrissjóðurinn ætti ekki að skerða eftirlaun. Það gæti eitthvað satt sem svona, nei, hann gerir það ekki, því að grunn eftirlaunin eru ennþá óskert. Og þú gætir jafnvel farið aftur og sagt, og þau ekkert svo mikið lægri eða öðruvís að þeir voru í upphafi, af því að eftirlaun og tryggingastofnun á 7. áratunum voru mjög lág, sko. Og eftirlaun eru víða í nágrannlöndunum okkar sko frekar lág, þannig að það gert ráð fyrir að fólk sé með eitthvað sparnað, eins og lífeyrissjóðnir eru, og svo þeir sem ekki eru með það, að þeir geta leitað aðstóðar hjá sveitarfélögum eða eitthvað annað slíkt. Og þá það spurningin, sko, ef ég á ellilífeyri, lífeyrissjóð, og ég fæ borga þar 300, 400, 500 skall á mánuði, og þá vil ég fá það sama út úr tryggingastofnun og sá sem að fær ekkert borgað. Það má deila sko réttlæti kröfunar. Þetta svona hægri krafa út frá eignarrétti. Þetta ekki krafa félagsleg réttindi. Vorum að ræða það félagsleg réttindi og það. Þetta ekki krafa að engin aldraður fari svangur að sofa. Heldur þetta krafa að það sem ég hef safnað mér, að það verði leið ekki til skerðingar á því sem að þessi færi líka. Ég vil fá það sama á hann. Það má setja þetta upp svona. Ég að gera þetta svolítið hastarlega því að hvað heitir það að vera devil's advocate, koma líka með það svona við. Krafan ekki, það til þess hópur, og svo setjum við alltaf uppi með þetta, það til þess hópur eldri kvenna sem að vann lítið vegna þess að þær voru að sinna börnum og búi og umönnun innan fjölskyldunar og unnu sér lítil lífeyrisréttindi vegna þess að þau eru bundin atvinnuþátttöku og svo getum við deilt það, okkur það? Það vita bara þannig allir fái það, okkur má ekki sá sem að vinna lítið. Vinna sem ekki metin. Já, ég var framlengja stéttaskiptinguna sem að vinnumarkaðurinn býr til út fyrir gröf og dauða, hvað það? Það ekki hugsun almannatrygginga. Hugsun almannatrygginga var það að allir fengju svona jaft út úr þessu.
en það var ekki þannig að sá sem að væri með hæðstu tekjurnar, að hann fengi hæðsta lífeyrin og sá sem að væri með lægstu tekjurnar, eða sá sem væri með hæðstu tekjurnar, kerfið að fara þangað, að það sagt að nái þangað, að sá sem er með hæðstu tekjurnar, hann fær 72% af launin sínum. Segjum bara hann sem er 10 milljónir á mánuði, þá fær hann 7,2. Sá sem að var bara með 300 krónur, nú kann ég ekki 700 en hann fær bara 218.500. Já, mitt á valla þannig fyrir framfærslu. Já, en þetta er bara fólk sem er hægt að vinna, það er ekki að vinna lengur. Á hverju á sá sem að var með háu tekjurnar að fá það sama. Þetta er kannski eitthvað sem mætti að ræða kannski það hverjir það eru meðal aldraðra sem að hafa það skýtt. Það er fólk sem er með lítið lífeyrisréttindi og stundum er því stilt upp þannig að við eigum ekki að finna til með því fólki að því að þetta er kannski það er oftur að vísa til, þú veist, þetta er kannski gamli popparar sem að fengur bara borgað í seðlum bak við sviðið og skilaði aldrei inn sínu eða iðnaðamenn sem eru að svindla. Það er ekki þannig, sko. Stór hluti af þeim sem er með lítið lífeyrisréttindi höfðu ekki miklar atvinnutekjur og það er fólk sem að við berum ábyrgð á. Þannig við ætlum að horfa á það. Annar hópur sem er núna að koma og er miklu fleiri aldraðir sem er á leigumarkaði núna heldur en áður var. Vegna þess að séreigna kerfið er að bresta og fólk sem að misti húsnæði sitt í hruni miðjan aldur er að koma inn á eftirlauna og er á leigumarkaði sem að kippir algjörlega fótunum undan bara mögulegu þeirra á að geta lifað sómasamlegu lífi. Því miður finnst mér hefur umræðan þessi vandamál sem eru ábyrgð okkar á því að allir lífi sómasamlegu lífi horfið fyrir þessa kröfu, eignarétta kröfu að ríkinu svo óheimilt að skerða eftirlaun. Hins vegar er hægt að taka undir það allt saman með það að til dæmis að tekjur sem að fólk fær, að þessi skert upp í 70-80% er náttúrulega fráleitt og við getum hort á atvinnutekjur aldraðra og öryrkja sem eru skerðtar upp í 80%. Það er alls konar svona hlutir í þessu en stundum finnst mér að umræðan stöðu aldraða mætti vera aðeins breiðari og var ekki bara á þessum forsendum að þarna væri rán. Hins vegar ef þú hlustar á fólki sem er að segja þetta og þá er sagan einhvern veginn á þessa veru. Ég er búin að borga skatt og skyldur alla mínu hundsókattatíð. Ég borgaði í lífeyrissjóð alla mínu hundsókattatíð. Svo þegar ég kem á eftirlaun þá er það þetta sem ég fæ. Og þá svo ég fái 400 krónur út úr lífeyrissjóðnum mínum. Þá er skert að móti, þannig að þegar skattur búin að taka þetta af, þá á ég bara rétt fyrir mat út mánuðin. Þannig að allar hugmyndur einhverja gullin ár í ellinni, þar sem ég get ferðast og notið lífsins og gert allt og notið þess að hafa skilaða með fullri ævi. Fólk upplifir sig þessi svik, þessi svona ævisvik, samfélagið sem að ég stóð mína plikt gagnvart. Það sveik það sem það sagði. Þannig að því leyti er þetta að taka undir. Já, heldur betur. Það er alveg ríkaleg tilhugsun. Já, en mér finnst, og ég er nú að fara að nálgast þennan aldur, mér finnst það mætti vera fjölbreytilegri kröfullar frá öldruðum. Því ég held að hagsmunir séu mjög ólíkir. Ég held að séu 30-40% aldrara sem að bara varla eiga fyrir mat út mánuðin. Þetta mál gráa hersins er kannski ekki svona aðalatriðið í þessu. Já, þeim sem heyja það baráttu. Maður getur ekki verið að kvarta yfir því að ef ykkur heyja baráttu fyrir sínu hagsmuni, að þú ætti frekar að heyja baráttu fyrir hitt. Ég er eiginlega frekar að segja að mætti taka upp baráttu fyrir aðra hópa aldraða. Svo að þetta sé ekki eina baráttan sem er. Og kaffar er allt. Ef maður er ekki bara sammála þessu, að þá er látið eins og maður sé bara móti öldruðum. En það ætti ekki að vera þannig. Og ég er ekki að móti þessu. Ég er að biðja einhver berjast til dæmis fyrir fólki sem er bara á nögtum bótunum frá Tryggingastofnun, meira og minna. Mikilvægt kannski að tryggja hennan grunn en að tryggja svona ákveður réttlætismál í þessu og kannski að hlutverk Tryggingastofnunar sé frekar að hjálpa þeim sem eiga valla fyrir framfærslu, frekar en að tryggja. Ég held líka að sé þannig að því að við búum við svona fullveldi í lýðræðis samfélagi og ríkisvaldið hefur þó svo að séu svona að ríki getur ákveðið það og það er bara, held ég, hver dómur að fættur öðru sem eru það að ríkið lofar þjónustu við fatlaða en sinnið ekki að því það er ekki til peningar
Íslenski dómar hafa alltaf sagt sér svo að það sé heimilt. Þannig að mér fannst sko málið í upphafi vera svolítið svona bjarsýnt. En hins vegar þurfa íslenski dómar að breytast. Þannig að ef að stjórnvöld lofa ykkur tiltekni þjónustu, að það einstaklingarnir sem að eiga rétt á henni geti sótt að ég sé ekki alltaf að segja það bara aðstæður voru þannig og áttum ekki fyrir þessu. Þess vegna veittum við bara 60% af þjónustunum sem við höfum sett í lög. Og höfðu kannski verið að lofa í kosningabaráttum og svona. Ja, alls konar. Þannig að stundum bara himinn og haf, sérstaklega held ég í kakvar þjónustu við fatlaðar, himinn og haf á milli þess sem sagt í lögum og það sem raunverulega í boði. En í öðrum fréttum að þá hafa verið eftir þennan kveikþátt í gær sem var að skoða hvernig faðir ríkislögreglustjórans hefur verið að selja ólöglega hríðskota riffla og þá hafa verið að heyrast kröfur að ríkislögreglustjóri ætti að segja af sér. Spurning hvort það verði af því. Það var Vilhjálmur H. Viljánsson. Það var það hann. Hann nú bara, við getum þakka fyrir hann. Það sé eitt lögmaður sem segir eitthvað svona skjör við það sem allur hópurinn segir, sko. Það nú svolítið galli á dómskerfinu, það tala allir í eins. Hann sagði þetta og sumuleyti þetta augljóst. Það sem hann segir, kom fram í máli að faðir ríkislögreglu hafi brotið lög. Það er þannig að ríkislögreglu ber að hefja rannsókn þegar að brotast þessa starfsemi kemur upp. Hann ber ríkislögreglu að gera. Hann gerði það ekki, eða hún. Þú meinar, já. Þar af leiðandi, það sem þetta er faðir ríkislögreglustjóra, það sem ekki hafi rannsókn, þegar það kom fram að hann hafði brotið af sér, það var bara ekkert annað að gera fyrir hann að segja af sér. Þannig það bara. Þannig að þetta verið í síðu samfélagi. Það er frekar borðliggjandi, algjörlega. En sjáum til hvað kemur þú því. Það er búið að vera að fjalla áfram þennan risavaxna halla sem að birtist hjá borginni. Skilur þú hann? Ég skil hann ekki, en ég var að skoða áætlanir borgarinnar með varandi starfsmenn og það virðist vera áætlunin á þessu ári sé að fækka leikskóla starfsfólki. Við vorum búin að tala mikið við fólk hérna á leikskólanum og ég veit ekki hvernig það bregst við, sko. Það er að segja það sárvantar. Það er ekki hægt að halda úti deildum, sko. Það er ekki hægt að standa við kosningalofurinn. Það er ekki hægt að tryggja flóttaböllunum leikskólapláss og þá kemur hugmyndur það að fækka starfsfólki í leikskóla. Já, þetta er alveg fáránlegt að flokkandi getur verið að lofa svona og svo birtist þetta og hafa ekki einu sinni góðar útskýringar fyrir því okkur að hallin er svona mikill fyrir utan alltaf að benda á málefni fallaðara og þau séu ekki að fá það var búið að vera í 10 ár, sko. En það átti að vera að vita þeim þannig að maður veit ekki alveg. Það er eitthvað sem gerðist. Það er náttúrulega, ég veit ekki alveg hvað þessi rekstrarhalli sem við erum að tala um, hallin almennt, það er náttúrulega hækkaði mikið borgarsjóður, kom vel út í fyrra að stæðstu leyti vegna mikillar hækkunar á eignarsafni félagsbústaða. Nú hefur hækkun fastegna eitthvað minnkað, þannig að kannski voruðu byrjað að spila inn á það að hækkun eignarsafnsins í félagsbústöðum myndi alltaf skila einhverjum 30-40 milljörðum, ég veit ekki. En það ætti að vera þannig að ástandið þannig að þó svo að séu ekki kostnaður út af aukinni verðbólgu, að þá er líka launahækkanir í gangi. Undarsverðar, það er fjölgun í borginni, það eru fleiri sem að vinna í borginni, minna atvinnuleysi og það er því að hærri útvarpstekjur. Fastegna verð hefur aldrei verið hærra og það sem er núna verið að borga á þessu ári er út af hækkunin, út af fastegna matinu í fyrra og það var mjög hátt. Þannig ég held að tekjur borgarnar séu algjörlega á blússi og það er alveg eins og með ríkissjóð að skila 90 milljarða halla þegar að hagkerfið er komið í gang. Þá finnst mér að vera alveg alvarlegt fyrir borgarsjóð að vera með svona stóran halla þegar að allt er á blússi. Já, það er eitthvað merkilega skrítið að ef staðan er þannig. Og það er ekki komið fram, stundu gerist það þannig að það kemur eitthvað svona frétt og það tekur bara nokkra daga fyrir að að koma fram. Fyrst bara fara menn að tala um málið eins og var alltaf gert. Svo fara menn einhvern veginn að tína til eitthvað smáatriði og svo kannski svona 3. og 4. degi þá byrjar að skýrast hvað málur umverulega snýst. Ég ætla að spá því að þetta mál sé þannig. Að við munum, við veitum allt þetta, ef ekki á morgun, þá á fyrstu. Í næstu viku, á næstu viku. En það voru kosningar í Danmörku og það kom svolítið óvart en jafnaðarmannaflokkur Mette Frederiksen fekk 27,5% atkvæða og bætti þannig við þessi 2 þingmönnum. Þannig að rauðablokkin, vinstri blokkin, gæti myndað nauman 90 þingmanna meirihluta. Þetta voru ótrúlega spennandi. Já.
þau halda meiri hlutanum á einu manni og það maður sem kom inn með síðustu atkvæðunum sem voru talin. Og voru grænlendingar og Nei, það var rangt sett frá í fréttum. Þetta var í Frederiksberg í Kaupmannahöfn sem var síðustu talningin kom inn og þá datt maður yfir til sósíaldemókrata sem tryggði þeim. Það var alltaf ljóst að grænlendingar myndu skila 2 í rauðu blokkina og færingarnir höfðu kosið daginn áður, þannig að það var ekki. Nú já, þetta var þá einhver endurtalning. En í tímanum þá var, og þegar þessi atkvæði eftir að koma, þá var ég svona samskiptu við mann sem var að fylgjast með þessu. Og hann sagði, það er möguleiki á því að rauða blokkin haldi. Og þá sagði ég, finnst ég það nú? Þá eftir að telja 0,2% atkvæða. Hvenær dettur maður á milli þegar svona lítill hluti atkvæðin er ótalin? Svo gerir það. Þannig að þetta var fyrir áhuga menn kosninganætur, þá var þetta ótrúlega spennandi. Og ef að Mette vill reyna að halda saman vinstri meirihluta, það er náttúrulega radikali venstri er hann inni og er í sárum, töpuð helminginu með fylgjum sínum, formaður er búin að segja af sér, þannig það er ýmsins svona vankantar á að ná þessu saman, það er dýrt, ef þú myndir horfa á þetta frá Danmörku, þá er dýrt að færingurinn hafi neitunarvald og grænlendingurinn hafi neitunarvald, það þýðir þú þarft að sko að borga það með einhverjum hætti, það sama á við enislistin með neitunarvald. Alternatívlistin hann er með neitunarvald, allir er með neitunarvald, þannig að það getur verið mjög dýrt, það getur vel verið að hún horfi til þess að það sé sniðura að fara yfir og búa til stjórnir við miðjuna með Lars Løkke og einhverjum fleirum en þetta þýðir það að hún er svolítið með stöðuna, að leit út alveg þangað til að síðast atkvæða talið að Lars Løkke myndi raunverulega stjórna því í hvert umræðuna færi. Nú er það Mette Frederiksen sem að stjórna því. Heldur velli, magnað. En nú ætlaði þú að segja mér svolítið að því ég er búin að vera upptekinn í dag og náði ekki alveg að kynna mér en eru búin að vera eitthvað framþróanir í formannslægi í Sjálfstæðisflokknum? Nei. Eitthvað að gerast? Nei, ég var búin að segja að þetta er svona stigmögnun en ég verði eiginlega að draga tilbaka með svona, þessi dagur var mjög svona flatur og eiginlega lítið að gerast. Það sem að mér varst að finnast, að það er umræðinni svolítið fyrir að snúast það hvor af þessum miðaldra kallmönnum er betri við konur. Já. Og það ég held að Bjarni hafi byrjað með að segja og þá líklega er hann að segja þetta svona að því að vera gagnrýna þessu 2 kallar að glíma þetta að bak við hans sé svona fyrirheit að kona taki við sem er Þórdís Kolbrún og hann talar það að hann hafi sko lyft heim, gert 2 yngstu konur sögunar að ráðurum og eitthvað fleira slíkt. Og ætla að láta þau taka við setna, það er svona það sem að hann er náttúrulega, ég veit ekki hvort að Sjálfstæðismenn náði að þessi helmingur landsfundar fólksins séu konur, ég efast það alltaf hallað mikið á konur í þessu flokki og þá svarar einhvern veginn Guðlaugur Þór að það hafi nú verið hann sem að opnaði fyrir Áslaugu Örnu með því að draga sig tilbaka þegar hún bauð sig fram sem ritara. Og svo núna komu nokkra konur að voru að skrifa um þetta að konur hefðu flúið flokkinn að mennum Bjarni verðana. Það hefðu, ég man ekki hvort það voru 14 af 17 konum í landssambandi Sjálfstæðiskvenna sagt af sér út af óánægjum með framgang kvenna í flokknum. Þannig að það er verið að deila það hvor miðaldra kalli er betri eða verri við konur, sko. Það er eiginlega það sem að mjög skemmtilegt í dag. Já, mér fannst einmitt í þessum kappræðum hjá Vísi að ég get ekki alveg sett puttan á það, en það var eitthvað skrítið við það hvernig þeir voru að tala konur. Það var eitthvað furðulegt. Það er kannski fyrir aðra að segja frá því hvað var furðulegt við það nákvæmlega. Já, en ég fór að borða í hátinu með bræðrum mínum í gær. Já. Og þá sá maður svona á borðum að voru svona fólk svona sem maður þekkti úr Sjálfstæðisflokknum og svona. Ég held að þessi öll hádegi og svona og öllu veitingastöðum í Reykjavík og nágrenni full af Sjálfstæðisfólki sem ákveður núna að hittast. Ég held að sé þannig að fólk er svona að máta sig saman. Hvað er raunverulega? Ég held að sé ekki komið fram, þú veist, hvorki hvað kosningarnar snúast eða svona hvað er að gerast. Ég held að sé ég held að ég eftir að koma ljós. Já, ég samanlega þessu, þetta virðist vera mjög mikið á yfirborðinu að það er eitthvað svona í gangi sem maður svo allt í einu springur það, sko. Þá kemur bara í ljós á föstudegi og laugardegi að það er verið að kjósa þetta, þessa framtíð eða þessa framtíð. En ég er við að benda á það núna hvað það er. Ég býð svona miðlungsspenntur eftir því. Já, en, það er svona, þetta er eins og að horfa bara á eitthvað.
Já, nákvæmlega. Og þvottavél. Þvottavél, já. Ef það er ekkert í sjónvarpinu, þá getum við horft á þvottavél. Já, einmitt. Þú ætlar að segja mér svolítið frá því hvað laun þurfa að hækka mikið til að halda yfir verðbólgu, Já, sko, því að nú ætti að vera miklu fleiri fréttir af kjaraviðræðum. Þá hef ég verið að reyna að búa til einhverja fréttir inn á samstöðuna því að það er svo mikið leynd yfir öll og svona. Og ég bjóð til eitt graf sem ég ætla að geti útskýrt fyrir þér. Að því það var verið að tala þegar að Efling kom fram með sína kröfugerð að það var svo háar tölur. Og þá bjóð ég til þetta graf sem er svona leikur. Sko bláa línan þetta nær alveg frá 2014. Þetta eru lágmarkslaun á föstu verðlagi. Bláa línan. Bláa línan. Og þú sér það hækkar hann í áfengum og er alltaf leiðinu upp á föstu verðlagi og svo síðasta hakkið er hækkunin í upphæfi þessa árs og svo bara fjarar þetta úr til ársloka 2025. Þannig að til þess bara ná að halda þessum árangri að þá þarf að gera kröfu og þú þarf að vera með á verðlagi 2025, þú getur ekki sagt hvað peningarnir í dag, þannig að þú þarf að vera með eitthvað verðbólguspá, ég fann verðbólguspá Landsbanka sem ég held að nú sé bara á veik, ég held að ég sé að spá bara að sé komið 2% verðbólga bara næsta ári eða það næsta. Svolítið bjartsýnt kannski. Bjartsýnt. En þarna þarftu að koma með kröfu 90.000 króna hækkun á lágmarkslaunum yfir samningstíman til að halda bara því sem að þú varst búin að ná áður. Rauða línan er hins vegar sko lágmarkslaunin frá 2014, bundin verðlagi, það er bara uppafspunkturinn. Það er ekki hækkunin á leiðinni, það er bara 214 krónuna sem að lágmarkslaunin voru í janúar 2014 sem að fylgi verðlagi en fylgi líka sko aukningu landsframleiðslu á mann. Þannig að segjum að laun myndu bara ekki hækka neitt nema myndu elta sko landsframleiðsluna. Halda velli bara. Já, halda velli. Já, það er rauðalínan og þú sérð að fyrri samningarnir 2015 að þeir halda bara í takt við hækkun landsframleiðslunnar en lífskjarasamningarnir fara upp fyrir það. Það er vegna þess að það var samið krónutölu og það var samið það að hækka lágmarkslaunin umfram önnur laun. Þannig að lægstlaunaða fólkið fengi stærri sneið af kökunni. Akkurat. Kakan er að stækka en við viljum líka stærri sneið. Síðan sérðu dettur þetta niður og það er náttúrulega COVID og svo kemur aftur spá Landsbankans, það var bara nýjasta hagspáin þeir nú meira og minna getið þetta hvort upp eftir öðrum en það skiptir ekki máli kannski hvað maður tekur. Og til þess að ná þeirri umframhækkun sem var komin yfir hækkun landsframleiðslunnar eins og var áður en að COVID kom að þá þarf samanlagt til þess að bæta verðlagið og að viðhalda sömu sneiðinni okkar af kökunni sem unnust í lífskjarasamningum. Þá þarf 112.000. Þannig að þegar Efling segir 167.000 þá finnst mér skrítið að eitthvað sé eitthvað að detúa sig við því sko. Því að tölunar eiga raunverulega, ef þú segir minna en 112 þá ert að leggja fram að ég vil draga tilbaka þann árangur sem við náðum í síðustu samningum. Þannig að mér finnst að menni að hafa þetta í huga sko, þegar að því að svo fljótt að gerast að einhver nefnir ykkur á tölu þá finnst það öllum þetta eitthvað að vera rosalega hátt en það er kannski ekki hátt. Fatt ekki það sem að undan hefur komið og með þá miklu verðbólgur sem höfum verið með núna. Þannig að það sé ekki róttækt. Ég áttaði með þessu. Ég vona að fleiri hafa líka gert það. Þetta er gríðlega mikið. Við ætlum að tala næstu því á þessu nótum til smástund og þá kemur hann Ásgeir Daníelsson, hagfræðingur og við ætlum að tala hinn eldfimu tengingu launa og verðlags eftir augnablik.
Já, hann komin hérna, hann Ásgeir Daníelsson, hagfræðingur, starfaði lengi vel í Seðlabankanum. Herðu, ég nú að kalla þið ekki til að góðu. Vilhjálmur Birgisson vitnaði í fyrirlestu sem hún hélst fyrir 2 vikum með eitthvað svoleiðis. Og hann sagði að þú hefur ekki sýnt fram á, eða þú hefur sýnt fram á að það væri erfitt eða ómúlegt að finna samhengið á milli launa og verðlags, þannig að launahækkanir myndu automatískt kveikja í verðbólgu, cirka bát, eitthvað svona sagðan. Þú heldur hann sé eitthvað aðeins að draga og frekar ályktanir að þessu? Já, sko, málið er að sko, ég í þessari ritgerð sem að Vilhjálmur hefur kannski eitthvað kynnt sér, þá velti ég því upp að hér í gamla daga, ef þú bakkar aftur til 1990 og þá voru menn eins og Guðmundur Guðmundsson og reyndar aðeins síðar Þórður Ingi Pétursson sem að núna er aðalhagfræðingur Seðlabankans, að meta samband verðbólgu við aðrar stærðir og Guðmundur sérstaklega er að meta samband þá verðbólgunar við launabreitingar og breytingar í innflutningsverðlagi. Og þetta gekk bara mjög vel, það er mikil fylgni þarna á milli, þegar að verðbólgan var þó nokkuð mikil. Þá getur lagt saman bara innfluta verðbólgu og svo launahækkanir og þá farið út verðbólgu sem í Íslandi. Já, svona kannski gróft sko. Það er svona aðfallsgreining til þess að finna þessa formúlu þar sem er þá verðbólgan jafnt eins og einhver Það þýttum ekki að borga ykkur há laun ef þetta væri svona einfalt. Nei, þetta er kannski einfaldara heldur en það verði stundum þegar hort er á þetta. En sem sagt að þegar það kemur fram á lágverðbólgutíman og svo ef að þú skoðar tímabili frá fyrsta fjórðungi ársins 2003 til fjórðungs árið 2017 sem að verðbólgujafnan sem að er í núverandi þjóðhagslíkani Seðlabankans er metin út frá að þá er ekki hægt að finna fylgni á milli launabreitinga og verðbólgu eða verðlagsbreytinga. Ég legg áherslu á þetta spurningin breytingarnar og ef þú tekur og reynir með aðfallsgreiningu að finna einhverja jöfnu sem að launabreytingar leiðréttar fyrir framleiðnibreytingu og það er sem sagt samtímabreytingar eða breytingar fyrir einhvern liðinn fjórðung nýlega, að þá finnur þau ekki marktæka stuðla. Og ef þú horfir bara á þetta, að þá gætur þú dregið þá ályktun sem að Vilhjálmur dregur í þessari fésbókarfærslu sem að þú ert að vitna til. Og sem sagt, ég kemst að þeirri niðurstöðu í þessari ritgerð. Þú ert ekki að halda þig fram að þessi tengst sé ekki til staðar, þú ert að segja að það bara við eigum ekki mótilið til þess að sýna fram á. Já, sko, málið er að ef þú tekur vísitölu neysluverðs, verðlagsvísitöluna, tekur launavísitöluna, þá er alveg svakalega mikið fylgni. En í tölfræðinni þá segja menn að það er ekkert að marka. Þetta eru 2 stærðir sem eru með leikni og þú færð samband á milli alls konar hluta. Það er til dæmis samband á milli vísitölu neysluverðs og mannfjöldans, hvort ekki hefur verið að vaxa og þá færðu fylgnistöðul upp á næstum 1, sem sagt fullkomna fylgni, 0,9 eitthvað og þannig að það er ekkert að marka það. Það sem aftur á móti þú mátt í tölfræðinni gera er það að skoða hvort að þú getur fundið samband á milli stærða sem eru með leikni eins og vísitala neysluverðs, laun leiðrétt fyrir framleiðni og innflutningsverð. Ef einhver slík formúla er til sem að gefur útkomu
sem það sem að kalla sístæð, þar að segja ekki bara á einhverju leið með Leitni heldur svona að sveiflast í kringum eitthvað ákveði gildi og þú getur talað með eðlum hætti það að það hafi einhvern breytileika frá meðalgildu að þá máttu draga ályktanir af því. En hún er ekki til? Hún er ekki til, þessi formúla? Jú, og það sem ég sem sagt ger í seinnipartinum sem að Vilhjálmur hefur greinilega ekki alveg náða að lesa líka. Þannig ég sá glærunar af honum og ég bara skilði það mjög vel því að það bara leistist það upp í formúlur. Já, ekki alveg kannski en það ég var nú skammaður fyrir það að ég byrjaði með formúlum, bara í formúlanum já, þetta svolítið formúluvísindi ef út í það farið, en ég að vona það að ég geti svona sett þetta aðeins í orð. En sem sagt að ef þú tekur bara hlutfallið á milli vísitöluneysluverðs og svo kostnaða liðunum á móti, þá launakostnaðinum og það er voðalega erfitt að ímynda sér það að launakostnaður hafi ekki áhrif á verðlag þegar þú varst að tala yfir 60% af verkum þáttatekjum samkvæmt Hagstofunni. Þetta stærð sem hlýtur einhvers staðar að hafa áhrif á verðlag. Annarkvort hækkar að verðlag eða minnkar hlutdeild eiganda fyrirtækisins þessum selur? Já, það vissulega í því en ok, skulum kannski gema það eins. En sem sagt, ef þú ert með þá vísitöluneysluverðs tekjurnar í teljaranum og deilir upp í það með vegnu meðaltali af launakostnaðinum, leiðréttingu fyrir framleiðni og innflutningsverðlaginu, að þá færðu nokkuð stöðugt hlutfall. En hver munur á þessu og því sem að menn voru þumalputtareglunum sem að menn höfðu áður? Það sama niðurstaðan sem að kemur. Já, eða það hjá þér það eitthvað öðruvísi eða ef laun hækka 5% að þá leiðir það til? Já, þetta þýðir það að við erum að tala meira svona langtíma samband. Ég meina þessi formúla sem að þú kannt það að laun eigi að hækka miðað við framleiðni vöxt og sem sagt á raunlaunin og af því að við erum að miða við 2,5% af verðbólgu að þá eigirðu að geta lagt saman 2,5% verðbólgu pluss framleiðni vöxt. 1,5% segir það og það þýðir að það svigrúm fyrir 4% launahækkun. Já. Þetta éta menn upp hver eftir öðrum í samfélaginu. Já. Og sem sagt, ef þú horfir á þetta skammtíma samband sem við vorum að tala hérna fyrst og Vilhjálmur Birgisson las í þessum aðsönglærum að þá sem sagt ekki hægt að finna sterkan stuðning fyrir því þar. Aftur á móti, ef þú skoðar þetta langtíma samband og notar viðurkendar tölfræðilegar aðferðir til þess að ganga úr skuggum það að þú meigir draga ályktanir af því að þá kemur það út að þegar til lengdarlætur að þá gildir þetta samband. Nú, þetta samband náttúrulega þar sem að ef að launin hækka sem nemur framleiðnibreytingu og þá er þetta raunlaunin að þá helst hlutfall sem sagt launa á móti hagnaði og breytt. Nú, ef þeir þóttu það of hátt til að byrja með þá kannski þyrftur að lækka það, ef þú svo hans það of lágt til að byrja með þá kannski mættur hækka það, en samkvæmt þessari rannsókn þá leitar þetta hlutfall sem getum kannski til einföldunar kallað álagningar hlutfall þeirra sem að selja vörur og þjónustu, að það leitar mjög sterkt í ákveði gildi og það hefur verið nokkuð stöðugt inn á þessu ári, inn á þessu öld segir. Og það Þannig að þú ert að segja, eins og hefur verið bent á, ég held að hefur við nú verið sérstaklega eftir samningana bara 2015 og líka fyrir hluta lífskjarasamningana að það voru hækkur laun og það kom ekki út í verðbólgu.
ekki eins og menn hefðu búist við með gömlu þumalputtareglu. Ég reyndar fer í gegnum. Og ástæðan fyrir því að það er fluttin verðhjöðnun út af gengisbreytingum eða eitthvað slíkt. Sko 2015 samningarnir, að það eru mjög háar launahækkanir og svo reyndar bættu þeir við þessum lífeyrissjóða 3,5% hækkun sem að atvinnurekendur greiða, að það hefði samkvæmt formúlunni átt að leiða til verulegra verðbólgu sem ekki varð. Verðbólgan var meira sér aðeins innan við 2,4%. Akkur var það ekki? Og skýringin, ég meina, þegar ég rekna út þetta álagningarhlutfall, að þá helst það svona bara nálægt sínu eðlilega gildi, en þrátt fyrir sem sagt þessar miklu launahækkanir að þá koma á móti gífurlega gengishækkanir og líka góð framleiðniþróun. Framleiðnin eykst og innflutningur lækkar út af styrkingu krónunnar og mögulega verðhjöðnun í útlöndum eða eitthvað. Hagstæð og olía og dittin og dattinn. Svo það gengi mest sko. Og þetta gerir það að verkum að það er hægt að greiða þessar launahækkanir sem að 2015 samningarnir fólu í sér án þess að það yrði mikil verðbólga. En í þessu þú að segja þetta er öfugt við 2011 að því ég fer líka gegnum það í reykjerinni að þar er hvorki að ræða framleiðni vöxt sem neinu nemur og heldur ekki hagstæði gengisþróun og þá gerist það að þessar miklu launahækkanir það leiða til verðbólgu. Þannig að þú ert að segja að ástandi eftir 2015 að þó svo þetta hafi lítið ágætt út að þá sé svona komið þetta kannski seinna þegar að þessi skilyrði er ekki eins hagkvæmu þau voru, þegar framleiðni aukningin er ekki svona mikil, þegar að sko gengið er ekki svona sterkt að þegar það gengur, ef við gerum ráð fyrir allt það sem fyrir upp fara aftur niður, að þá muni kannski verðbólgan koma fram sem að var hlaðið í samningum 2015. Er það þannig sem maður getur dregið ályktanir? Nei, það er ekki þannig sko, en eins og er í gangi lífsins og þegar að sannsagt hlutir fara niður eins og þú segir sko, hvort sem að það er nú framleiðnin eða gengið eða nú reyndar ágætlega hátt ennþá sko, svo sem ekkert ómögulegt að geti styrst en það er kannski svona meiri líkur á því að það myndi veikjast hefði maður talið svona út frá því hvernig svona raungengisþróunin er með eitthvað langtíma meðaltal eða eitthvað slíkt. Er kannski mikið eftir hvernig ferðamannaþjónustan þróast? Jú, og reyndar, ég meina menn er að fá rosalega hátt verð fyrir fisk út af stríðinu í Úkraínu og álið. Og álið líka. Þannig að staða núna er svo sem þannig að þetta getur farið á ýmsan hátt en til að svara spurningunni að þá sem sagt mun þá ef við sjáum að það er að fara niður og ég meina ef það er mat þeirra sem er að semja að gengi sig að fara niður og þá náttúrulega minnkar það svigrúmið til launahækkana og sömuleiðis ef að framleiðnin í vöxturinn er lítill þá minnkar það svigrúmið og ef þú lest það sem að Stefán Ólason er að skrifa hjá Eflingu á heimasíðunni hjá þeim þá er hann að ræða þessi mál út frá framleiðni vextinum eða hagvextinum mínus fólksfjöldavöxt og það er náttúrulega eiginlega svona einhvers konar tilraun til þess að nálgast framleiðni mælingu einhvers konar sko. Þannig að það er náttúrulega sko bara bundið í óhjákvæmilega reikniformúlu að kakan sem við erum að tala per mann, per vinnandi mann, að hún vex eins og framleiðnin segir til
ef hún er rétt mæld og allt það er annar handleikur en í aðalætturum held ég það. Þess vegna held ég að segja mikilvægt að sko sé talað þetta eins og Stefán gerir og þú ert að fjalla að við séum að tala það að ef við ætlum að halda óbreyttu sneið, jafnstóri sneið og við gerum ráð fyrir svona mikil verðbólgu og svona mikil framleiðniaukningu að þá þarf að hækka launin svona mikið til þess að sko staða til dæmis láglaunafólksins sé óbreytt. Menn það mátur að líta á það þannig líka og í sjálfum sér ekki þannig að orsaka samhengi sé í þessari formúlu þar sem að ég var að reyna að leiða út með vísitölu neysluvers í teljaranum og síðan vegi meðaltal af launum og innflutningsverðla í nefnarum að sem ég kallaði þess að þá álagningu að þá ekkert orsakasamhengi endilega frá launum til verðbólgu eða frá innflutningsverði til verðbólgu heldur bara það samhengi mikið þess að stærða þannig að ef að verðlagið hækka lítið þá getur vel verið að það styrki gengið eða eitthvað slíkt. Það er til einn slík kenning ef út í það farið sko. En þó svo að menn tali svona framleiðni og fyrir sjáanlega verðbólgu og annað slíkt og hvað þarf þá til þess að halda óbreyttu ástandi og hvað myndi þá þýða hækkun umfram það. Það er ekki gefið að það sé krafa þá aukna verðbólgu. Það getur verið krafa það að hagnaður verði minni, að verkafólki fái stærri hluta af hagnanum og það er sjálfsagt að umræðan snúist líka það, ekki bara svigrúm samfélagsins til launahækkana miða við að sé óbreytt, valda hlutföll milli launafólks og fyrirtækjaeigenda. Já, það er náttúrulega svo framlega sem nú innleiðir ekki velas eftirlit eins og var nú reyndar einu sinni gert hér og ríkisstjórnarfundir fóru meira og minna í það að ákveða það hvort þetta hækka græna baunir eða eitthvað annað en ég held að við séum í aðalatriðum í kerfi þar sem að það eru þeir sem að selja vöru og þjónustu sem ákveða verðið náttúrulega ekki án tillits til þess hvort að hafa möguleika á því að selja. Ég meina það eru aðilar að keppa við þá og þeir þurfa náttúrulega umganga sinn kunnahópa einhvers konar sanngirnisviðmið og svo framvegis. Minna eftir því sem að fjákeppnin meiri? Já, en hins vegar þegar að allir horfa fram á sömu miklu launahækkanirnar að þá er allir í sömu stöða til að það er bara tímaspörsmál hvenær þeir hækka verðið til þess að klára þann part af útgjöldunum sem að þeir þurfa að standa skil á hvort sem að það eru vextir til bankana eða arður til hluthafanna eða fjárfestingar og afskriftir sem að líka er á þeirra borði sko. Og þetta hlutfall hefur verið mjög stöðut eins og ég var að segja á þann og er svona það sem að ég byggja á þegar ég fullir í það að það leiti jafnvægis. Já, þannig að fyrirtækjaeigendurnir fái sitt, þannig að ef launin hækka umfram og er að teygja sig upp úr 60% upp í 62%, að þá leiði það til hækkunar. Þeir sem hafa völdin, þeir sem ákveða verðið, að þeir ætla sér að taka sitt. Já, þetta kerfi þar sem að þú ert með kapitalisma, þannig að menn framleiða með hagnaðarsjónarmið í öllum aðalatriðum að þá er einhvers konar svona mekanismi í gangi og síðan náttúrulega getur og ég meina það er til dæmis partur af kjarasamningum á hinum Norðurlöndunum sko að menn er að velta fyrir sér hvað sé sanngjarnt varðandi í það að einstakir því að það sem við erum að ræða er þá einhvers konar hækkun fyrir alla alveg frá Efling og yfir í BHM og svo náttúrulega kannski eru einhverjar aðstæður sem að gera það að verkum að það sé ástæða til þess að meðhöndla einhvern einstakann hóp öðruvísi og svo framvegis. Ég veit svo sem ekkert nákvæmlega hversu bróðurlegt þetta er í þessum skandinavísku verkalýðsfélögum en hugmyndafræðin er eitthvað á þessa leið. Þetta er svona SALEG sem þú að lýsa? Já, SALEG er tilraun til þess að koma á Íslandi þessu skandinavíska líkani og mér finnst ýmislegt mæla með því að það sé skynsamlegt að
og mér fannst reyndar þessi róttæka verkalýðshreyfing, verkalýðsforysta sem að var kannski ofan á í kjarasamningunum 2019 að mér fannst hún spila mjög vel úr sínum spilum þegar að hún lendir samningunum í ljósi þess þegar að flugfélagið fer á já. Ég ætti nú að muna, ég horfði alltaf á skiltið þeirra að þegar það fer á hausinn sko og menn gera sig grein fyrir því að það að koma aðstæður að það borgar sig ekkert að vera að reyna að þrýsta á meira og menn eru búin að ná góðum samningi að því að menn telja á. Og beindu hækkununum til þeirra sem helst sem þeirra sem voru vesturlögin. Já, svo var það líka og en síðan voru þetta líka samningar sem að eftir á að hyggja atvinnurekendur eru líka ánægðir með. Nú þarna var líka þessi hagvaxtarauki inni sem að ég velti dálítið fyrir mig hvort að væri ekki heppilegur miðað við þessa mikla breytileika sem að er hér að það erfitt að gera 3 ára samning án þess að hafa einhverja fyrirvara varðandi það hvað á að gera ef að hagvöxturinn er lítill, framleiðin er lítil eða mikil eða þannig, ég meina það þarf kannski að útfæra þetta þannig að þetta gildi í allar áttir og allir séu svona að verja sig gagnvart óvissunni og já, en mér fannst þetta vera vísir að einhverju sem að mætti alveg íhuga betur. Meinar þú að reyna að endurtaka lífskjara samningana? Nei, ég er nú bara að tala um hennan hagvaxtarauka. Hafa hagvaxtaraukan inni sem þetta 3 ára. Sem sagt skilyrði sko, sem sagt ef að aðstæður eru hagfelldar fyrir þá efnahagslífið og atvinnurekendur og þeirra hagnaður vex meira heldur en að við erum kannski að gera ráð fyrir að þá er einhver mekanismi sem að leiðir til þess að launin hækka og sem sagt það jafnar. Og síðan finnst mér svo sem sanngjarnt og held svona ágætt upp á gang við kapitalismans að ef að aðstæður aftur á móti fara á verri veg að þá sé líka kannski hægt að hægja á einhverjum launahækkunum eða þannig. En á kapitalismin ekki að hafa borð fyrir báru og geta staðið af sér samdrátt í 2-3 ár? Er ekki betra fyrir okkur að hafa fyrirtæki sem að hafa það á seglu? Er það ekki, segir sagan okkur ekki þannig að við eigum eiginlega að gera kröfur á að fyrirtækin hafi eitthvað í sig seglu en sé ekki bara að tjálta til einan endur? Já, þá voru líka að leyfa að hafa þennan mikla hagnað til þess að safna í sjóðinu. Og ég veit ekki, og einhver leiti þá er þetta gilt sjónamið en þegar sveiflurnar verða mjög stórar þá er hætt við því að það verði eitthvað sem að gefur eftir og menna, ef við tökum þess að eitthvað þróast í verri vegar að þá mun einhver gefið launahækkun mögulega leiða bara til verðbólgu og þá er kannski ekkit endilega víst að það sé í hag launafólksins að knýja hann alla í gegn. Það var náttúrulega í lífskjarasamningunum þá hefðu fyrirtækjaeigendur geta sagt þeim upp þarna þegar það var ár eftir og reynt að komast undan síðustu hækkuninni. En þeir gerðu það ekki, meðan annars vegna þess að kannski mælanlegi samdráttur sem var í samfélaginu, hann lagðist eiginlega bara á eina atvinnugrein og þar var eiginlega ekkert fólk í vinnu lengur. Þannig að kannski aðrir hlutir samfélagsins gátalveg tekja þessu launahækkun. Þannig að það ef þú ætlar að búa til svona jafnvægis þá verður líka einhvern veginn að aðgreina atvinnugreina það líklega til þess að ná einhverju. Vonandi er svona upp að koma eins og COVID var eitthvað sem að gerist á 100 ára fresti sko, eða þannig, ég meina, og það er spurning hvað þú getur brugðist við því sko, reyndar náttúrulega ef þú berði saman við spönsku veikin á sínum tíma sko, þá er það sem að menn gerðu náttúrulega hvort sem að lítur á það læknisfræðina eða svona þjónustunni kring náttúrulega kraftaverk sko og en menn munu örugglega alltaf missa af einhverjum möguleika sko en að gardera sig gagnvart svona þessum helstu stærðum eins og þá hagvextunum framlínni þróuninni erlendi verðbólgu eða eitthvað slíku að það séu einhver
ákvæði eða menn geti bara tala sér saman upp á það að breyta einhverju í samningi sem að gildi til 30 ára sem að er mjög langur tími fyrir íslenska hagkerfið og það getur svo margt óvænt gerst sko. Alltaf spurningum það hvenar slíkt fyrirkomulag hættir að vera 30 ára samningur og verður bara röð af hálsársamningum með eitthvað svoleiðis sko. En ég held samt að þessi ákveðin hugsun í þessu sem að mætti alveg huglega það var góðu vísir af því í lífskjarasamningi og hagvaxtar aukinn var sem sagt dæmi en það er líka búin að vera samning sem sagt ákvæði það að menn hittust og færu yfir stöðuna og í ljósi verðbólgu og launahækkan og þannig að menn gætu sagt upp samningum eða komist að samkomulagi það að gera eitthvað hlut til öðruvísi heldur en að uppalega var samið Ásgeir, takk fyrir að koma hingað og tala kjarasamninga og verðbólgu. Takk fyrir að fá mig. Við ætlum að taka örstutt hlé og eftir það kemur hún Gyða Margrét Pétursdóttir og við ætlum að ræða vændi. Já, velkomin að Rauðaborðan aftur. Það er hérna Sveina Hjördís Þorvaldsdóttir gerði rannsókn undir handleiðslu Gyðu
Margrétar Pétursdóttur og þær eru komnar hingað báðar og rannsóknin snerist reynslu kvenna af vændi og hvernig hægt að komast út úr vændi og þið töluðu eða þú eða þið töluðu við konur segðu mig frá rannsókninni? Já, og svona kannski bara á reynslu þeirra sem er í vændi. Já, ég ræddi við 14 brotaþola vændis sem allar voru sískynjakonur. Svo þessi brotaþola, þannig að þú ert ekki að tala hvað heitir það? Nei, ég er að kynferðisverkafólk. Kynlífsverkafólk. Já, þú ert ekki á þeirri línunni. Ég auglýsti eftir viðmælendum sem að notu orðið vændi og lýstu sinni reynslu og upplifun sem vændi. Okay. Þannig að þetta allt einstaklingar sem að nota orðið vændi og langflestu hluti, ég held að sé 1 eða 2 sem vildu ekki nota orðið ofbeldi yfir sína reynslu en flestar gerðu það, langflestar. Okay. Og já, þeirra reynsla er svo að þær urðu fyrir, sko bæði að þær upplifu vændi sjálft sem ofbeldi og þær urðu fyrir ofbeldi á meðan vændi þetta sér stað. Þannig að þetta eru svolítið mörg lög á ofbeldi sem er að eiga sér stað á meðan vændi fer fram. Og þær reyna að komast út úr vændi? Eða? Já, flesta sem ég ræddi við voru hættar í vændi. Nokkrar eru tölur að þær var ekki, eða sérstaklega ekki viss hvort hún væri hætt í vændi. Lýsti kannski svolítið sem svona fíkna að þeirra eitthvað bjátað á og það var virkaði svolítið auðvelt leið að fara aftur í vændið. Og þá út af peningum? Já, í hennar tilvikið þá. Já, auðvelt að fá pening þannig heldur en. Já, og líka bara, sko, þú veist, þetta var bæði bjargráð fyrir peningum en einnig líka upplifu margir svo kallar svona kynferðislegt samþykki og einhvers konar væntumþykju í vændi sem að þær voru ekki búin að fá allt sitt líf. Að því að vændi er neðanjarðar það sem ég. Já. Þá verð ég að fá að spyrja svona. Hvað af hverju fara konur í vændi? Eða þessar konur, það var fjölþætt. Það var oft vegna þess að þær voru að díla við fjárhagsvanda. Einhverjar voru að díla við fíkniefnavanda, aðrar voru að hafa vonu fyrir börnunum sínum og svo eins og ég nefndi voru einhverjar sem að voru í raun bara að leita einhvers konar samskiptum, samþykki, kynferðisleg samþykki, einhvers konar væntumþykju, bara, já, eitthvað sem þeim vantaði upp á og sko helsta ástæða þess að þær voru að fóru þessa leið, annarkvort neyddust þess að fara eða neyddust þess að taka ákvörðun að fara í vændi, var í rauninu bara úrræðaleysi. Þær voru búin að leita allra annara ráða eða leiða. Þetta er svona síðasta hurðin sem áttar. Já, í rauninni, já. Það voru margar sem að lýstu því að þannig að þú ert brotin niður einhvern veginn, félagslega og kannski bara svona persónulega áður þú að fara þessa leið. Já, það er talað margar það að vera orðnar komin á svolítinn endapunkt, já, þegar þeir þurfa að leita þangað. Þær eiga allar margþátta áfallasögu áður en að vændi á sér stað. Allar þeirra höfðu orðið fyrir kynferðisofbeldi til dæmis. Allar 14? Allar 14. 2 á fullorðisaldri en aðrar bara frá 2 ára og fram á unglingsaldurinn. Og þær hafði leitað ýmissa ráða við fjárhagsvandamálum, andlegum vandamálum, félagslegum vandamálum og einhvers þar allstar komið að loku undirum. Og að loka með þetta það sem stendur þeim til boða til þess að vinna með sín erfiðleika. Hljómar er svo að það sé afleiðing af bara veiku öryggisneti eða tengslum. Já. Já, og kannski það sem okkur finnst auðvitað já, svona snertir held ég sérstaklega við okkur báðum að það er akkurat þetta að þær eiga þessa mjög margháttu áfallasögu áður en þær fara í vændi og eru nánast undantekningarlaust ef ég man það rétt búnar að reyna ansi mikið til þess að fá aðstoð við hæfi. Út af áföllunum? Já, til þess að vinna á áföllunum og
Menn eru búin að fara í stígamót og búin að fara Já, búin að fara mjög víða og hafa kannski sko fengið svona einhverja úrlaust sinna mála en í rauninni ekki þá margháttuð aðstoð sem þær í rauninni þurfa. Og það er það sem að held ég okkur... Og í því ekki dómur yfir stígamóti eða fyrir þjónustu Nei, alls ekki. Því að fólk mjög misjöfnuð og þetta er langa marga mannsaldra að finna þróaðar lausnir fyrir alla. Já, akkurat. Þannig þetta er meira einmitt sko spurning að það sem að virðist verið í samfélaginu að við erum oft með svo hólfaskipt. Við erum að taka á einum vanda hér á einum stað en það sem að vandar í rauninu og það sem að þær eru einmitt að kalla eftir einhvers konar rými eða staður þar sem að í rauninni þær geta fengið aðstofi að vinna úr ólíkum þáttum í reynslu sinni. Þá þetta að fá fjárhagslega aðstofa með þeir að vinna út úr áföllum. Og það í rauninni sko algjörlega nummer 1, 2, 3, 4, 5 og svo framvegis sko. Og það mitt lýsaði svo vel að sko það engin manneskja sem að getur lifað til lengdar eins og fjárhagsaðstoð sem að sko félagsþjónustan veitir en það er bara að hugsa sem sko einhvers konar neyðarúrræði en þær eru svo margar í þeirri stöður að það einhvern veginn lenda allstaðar á milli þannig að þetta verður þá úrræði sem eina raun úrræði sem kannski stendur undir boða yfir talsvert langan tíma og það bara gefur auðvitað auðarlega að þær geta hvorki séð fyrir sér eða börnum á þeim og fjárhagsaðstoð sveitafélagana. Já. Sem ef einhver hlustat okkar veit ekki það langt undir öllum bótum, það undir örorkubótunum, það undir atvinnuleysisbótunum, það undir lágmarkslaunum og held ég sé bara 60% af lágmarkslaunum eða við minna ég fel. Og það getur engi lifað af því. Og það kom mjög skýrt fram að þær voru búin að leita margra leiða. Þú veist, hver og einn hafði leitað einmitt til félagsþjónustunnar, einhver hafði leitað til lögreglunar vegna kynferðisofbeldis sem það orðið fyrir, til sálfræðinga, til stígamóta, til barnaverndar og ýmislegt, en einhvern veginn koma allstaðar að lokuðum dyrum. Ok, hvað er þá, þið tannið eins og sé svona lausnin væri að í tengslu við kannski bara stígamót eða eitthvað svona fyrirbyrði væri hægt að fá fjárhagslegan stuðning og það kannski ekki bara þessi hópur sem að býr við þetta, það til dæmis við getum ímyndað okkur fólk sem að koma út úr áfengismeðferð eftir 10 ára neyslu þar sem allt hefur brotnað og öll tengsl brotnað út svo lappar út og það er ekkert stuðningsnett sem tekur á móti það sko og það er eiginlega ómúlegt fyrir því að ná bata þegar þú kemur út úr slíku, út úr meðferðinni vegna þess að þú hefur ekkert sem þarf til þess að ná í bata. Þú ert kannski búið að missa börnin frá þér, þú ert búin að missa allt frá þér. Svo ég takir bara að því að ég þekki aðeins til áfengismálana. Þannig að þeir eru kannski að ræða á svipuðu nótum að það þurfi að vera heilsteypt aðgerð sem að tekur á félagslegu vanda, fjárhagslegu vanda. En það virðast, sko, einhverju þeirra mitt höfðu líka reynslu úr meðferðarkerfinu og kannski fannst mér sumar hugmyndir mitt þangað og þar kemur mitt þessi hugmynd sko draumastað sem einhvers konar meðferðarúrræði þar sem bæði sko hægt að vera bara í raun og óskilgreindan tíma. Skjól til að læknast. Skjól til að læknast og líka þá með einhvers konar dagdeild. Það sem þær í raun að lýsa sko þegar þú ert með þessa margháttuðu áfallasögu þá til dæmis duga ekki sko 5 tímar hjá sálfræðingi sem það sem að oft félagsþjónustan veitir. Þannig að þú þarft í rauninni langan tíma og það sem þær eru svolítið að lýsa þú þarft þennan tíma og þetta rými í rauninni til þess að aflæra og í rauninni læra síðan bara þig, virðið þitt sem mannesku og svo framvegis. Og hafa skjól til þess að gera það, en þess ekki eitthvað annað í samfélaginu sem líka að hafa fjárhagslega stöðu til þess, þannig að afkomu kvíðin grafi ekki undan. Akkurat. Það lýstu einnig líka alveg gífurlegri skömm. Þú veist, bara af stöðu sinni og mikinn ótta við að fólk kæmist að því að þær hafi verið í vændi og það myndi þá taka yfir sko nefndi, þú veist, hann langaði bara að fá að vera móðir eða verslunarstjóri en leið og einhver vissi að hann hafi verið í vændi og hann bara stimpluð sem vændiskona og ekkert annað. Og þessi skömm kemur svo mikið í veg, mynda bara ákveðin veg þannig að þær leita sér ekki aðstoðar og ég man ekki til þess að neinn hafi leitað sér aðstoðar sérstaklega vegna vændisins eftir að vændinu lauk. Það
flest eða margar þeirra hafa leitað til stígamóta og allt á þeim forsendum að þær eru að leita vegna annars kynferðisofbeldis og ætla ekki að tala um vændið og koma þangað inn með það hugafar að þær ætla ekki að ræða vændið og ein nefndi ég ætla ekki að leggja þetta á þessa konu sem situr á móti mér sem er að vilja aðstofa mig með mín áföll þá ætla ég að fara að segja henni að ég sjálf hafi komið mér út í fleiri áföll þannig að sjálfsásökunin er gífurlega sterk og þær bara finna ekki þeirra upplifinu svo að þær hafa ekki rétt að því að leita sér aðstofar vegna þess að þær beri ábyrgð og hafi komið sér í þessu stöðu sem er svo rangt þegar þær eru búin að leita allra leiða til þess að fara ekki í þessu stöðu en samfélagi fyrir rest ítir þeim angað. Hvað getur við gert í því ef að sá sem að leitar hjálpar gerir það ekki? Já, það er í rauninni bara að gera... Þið þurfum bara að snúa við hugmyndur samfélagsins og vendi. Það gerir það ekki núna, ekki í kvöld allavega. Já, jú, en við erum samt við erum að byrja á því. Okay. Það þarf og það er auðvitað það sem skiptir svo miklu máli og svona ég held að, við viljum að taka það fram að rannsóknin er unnin í samstarfi við Stígamót. Við fengum að auglýsa rannsóknina þar, Sveina fekk aðstöð til að taka viðtölin. Og hugmyndin er í rauninni komin frá Stígamótum. Ég er í stjórn Stígamóta og þetta hefði lengi bara brunnið á þeim sem að starfa á Stígamótum að það væri svo mikilvægt að vita meir um aðstæður þessa hóps og þetta er fyrsta rannsóknin sem er gerð á vændi á Íslandi eftir að lögum var breytt 2009. Þannig að við vitum í rauninni áður en að þessi rannsóknin var gerð, þá vissum við í rauninni ekkert um aðstæður þessa hóps. En nú vitum við þó einhvað. Þannig að tilgangurinn er auðvitað að skapa umræðu sem síðan að verða til þess að það verða úrræði fyrir þennan hóp. Af því það sem þær eru að lýsa, þær eru að, skömmin er svo mikil þannig að þær vilja helst ekki nefna þetta. Síðan kemur þetta oft upp í viðtölum og Stígamótum og þar er þá sérfræði þekking til þess að takast á við reynslu úr vændi. En síðan lýsa þeir svo vel, eins og í viðtölum hjá sálfræðingum, hjá geðlæknum, eins og ein mann ég eftir sem að mér varst að lýsa sérstaklega vel. Hún var búin að vera hjá geðlækni í einhver tíma og hann skráði mjög samviskusamlega niður alla þætti í hennar sögu. Síðan þegar hún loksins fekk kjarkinn til að nefna vændið, þá vildi hann ekki setja það í söguna. Þannig að skilaboðin til hennar er að þetta sé svo mikið tabu og svo skammalegt að það borgir sér ekki eins og að setja það í söguna. Þannig að þetta finnst mér svo lýsandi fyrir skilaboðin sem þær eru alls þar að fá. Þannig að það er í rauninni þetta sem að er... Það er svo löng leið að sálfræðingur sem þú ert að lýsa, hann er ekki með hillu til þess að setja þetta í. Akkurat. Þú ert að smíða hilluna og það það er bara... Já, einmitt. Og þetta er eitt af því sem að þær kölluðu eftir að það þarf að fræða fagfólk og fagstéttir vegna þess að ein orðaði það svo að hún væri ávallt að fræða sitt fagfólk að fólk vissi hvað vændi veri en það vissi ekkert hvað fælist í því að vera í vændi eða hvað afleiðingar þolendur vændist þurft að kljást við þannig að það er í raunin engin staður sem er geta leita til innan heilbrigðisstéttinnar eða lögreglunar eða annara svona stofnana og gengi út frá því einhver skilji eða viti hvað það er að gangi í gegnum. Já, er þetta ekki bara svipað á með annað kynbundið ofbeldi og heimilisofbeldi að það er stéttir þar sem að fórnarlöfni geta leita til, vitum hvað það er. Já, en þarna en síðan hefur orðið alveg gríðarleg vitundavakninga eins og það kemur ofbeldi í nánum samböndum og kynferðisofbeldi, en okkur finnst vanta, þegar kemur að vændinu, þannig að vonandi er þetta einhvers konar. Þú nefndir lagabreitinguna og það er svona refsing og svona, að tala um það í viðtölunum? Já, við ræddum um sænska leiðina. Hvað finnst þessum konum um það? Þessi brotaþolar voru allarlega sammála því að sænska leiðin ætti að halda. En hvort það væri komin full reynd á hana. Eins og nefndi það að við værum í rauninni ekki með sænska leið, við vorum með hálfa sænska leið. Af því að náttúrulega sænska leiðin gengur út frá það að hugmyndafræðin er að koma í veg fyrir að fólk leiti á hana stað og þegar í vændi og þegar það er komið í vændi að það fái aðstoð til þess að komast út og síðan vinna með þessar afleiðingar. En eins og staðan í dag er rosa lítið úrræði hér. Þannig að þær eru ekki að fá tálinn til þess að komast út úr vændi.
það er ekki verið aðstofar að enda ekki á þessum stað og svo fáur ekki tækja 12 til þess að vinna með afleiðingarnar. En hins vegar sala á vændi refsiverð. Þannig að það þarf að bæta við þessum úrræðakafla að þau fái úrræði til við hæfi, en þær voru líka sammála því að að refsigjöfin væri mjög væg. Sala á vændi, það ekki kaupavændi sem Jú, sagði ég sala á vændi. Nei, eða þú sala á vændi semst ekki refsiverð, kaupa vændi refsiverð, en með það sem það nefndu var að þeim fannst þetta svolítið svona, blóðut eða mótsagnakent eða hvernig sem orðum það að hversu vægar í rauninni refsingar þær eru. Þetta kannski 200.000 króna sekt og eins og lýstu svo vel að þá það ekkert sem býtur vændiskaupendur. Einstaklingur sem hefur efnað því að kaupa sér vændi fyrir 20.000 heggur ekki djúpt að fá milli 100 og 200 króna sekt. En það þannig að hugmyndin á bakvið sænskuleiðina var að einu sinni var refsivert að selja vændi. Svo það tekið af til þess að afglæpavæða það til þess að fólki geti leita sér aðstofar. Hér þetta afglæpavætt en ekkert gert meira með það. Það ekkert leið til þess að fara og finna. Já, og í rauninu svona hugmyndafræði náttúrulega bakvið sænskuleiðina í rauninni þessi hugmynd, þessi kvenfrelsis hugmynd. Það í rauninni það að líkamar kvenna oftast séu til sölu, að það séu auðvitað komið í veg fyrir það að öll kyn geti orðið jöfn. Þannig að við getum sagt að það sé svona grunnhugmyndin og svo það þessi mitt útfærsla þá að það ekki vera að refsa þeim sem að fari í vændi vegna þess að yfirleitt sé það þá sprottið af einhvers konar neyð og þá beri að með einhvers konar forvörnum að koma í veg fyrir að fólk leiti í vændi og þau sem hafa þá þegar leitað í vændi í bæði að fá einhvers konar úrræði til þess að vinna úr afleiðingum þessa sem og bara úrræði til þess að lifa af í samfélaginu. Þessi viðurkennt að það sé áfall fyrir manneskjuna að ég veit ekki hvernig orða hafi lent í vændi. Já. Maður líklega að segja. Og með löggjöfinni eru seljendur vændi skilgreindir sem þolendur kynferðisofbeldis og nú datt þetta með punktur. En ég ætla að því að við erum að horfa á reynslu 14 kvenna, en svo nú erum við að tala um svona samfélagslegt mál og þá verðum alltaf að spyrja hvað þetta stórt? Hvað eru margar konur í þessari stöðu? Það þessar 14 eða 140, 1400? Það er einn ómögulegt að segja en það eru mikið fleiri en 14. Það er alveg á hreinu. Nú man ég ekki tölunar við vorum með það, eða þú varst með það í ritgerðinni hversu fjölmennur hópurinn sem hefur til dæmis farið í gegnum Svanahóp á Stígamótum sem hópur sem sérstaklega ætlaður þolendum vændis. Já, ég man ekki hvort að þetta haldið á eins og hálfsásfresti hvort þessu 5-6 sem að taka þátt hverju sinni. En það var tæplega helmingur viðmælanda sem hefði verið í þessum sjálfshjálpar hóp. Þannig að það líka... Þannig að það er helmingurinn á þeim sem að þú talar við, þannig að við getum rétt ímynd okkur hvað er lítið hlutfall af þeim sem að hafa verið í vændi, sem að koma þar inn. Já, og svo er eina, einhver, ef við ætlum að reyna að grafa upp einhver, eða svona, reyna að finna einhverja tölfræði, þá reyndar kom bara mjög nýlega núna út skýrsla hjá Stígamótum, þar sem að einmitt verið að vinna með, af því þar alltaf teknað komuskýrslur. Þannig að það er til upplýsingar núna þau sem hafa leitað til Stígamóta frá árinu 2013 og til 21 sem hafa verið í vændi og það bara því miður dotti úr mér hver sá. Fjöldinir. Já, en það er alveg dágóðu slatti. Þannig þetta er stórt vandamál sem að veldur miklum skaða og okkur ber að bregðast við. Já, akkurat. Það er bottom line, svo sagt er. Má ég spyrja þið okkur veldur þetta efni? Já, Gyða í rauninni stakk upp á. Ég leitaði til hennar þar ég mig vantaði lokaverkefni með það í huga að fjallum eitthvað tengt kynferðisofbeldi og í rauninni, þú veist, ég varpa ljósi á einhverju sem var ekki búið eða vantar umfjöllunum og hún stakk upp á þessu umræðefni og ég bara greip það strax, fannst það mjög áhugavert að því mitt, þú veist, það er lítið talað um þetta, það er lítið vita um þessa stöðu. Þannig að og eina rannsókn sem hefur verið gerð þar sem hefur verið að leitast við að ná svona með einhverjum hættu utanum bara tíðni vændis í samfélaginu. Hún var gerð 2001
og náði bara til framhaldsskólanema. Þannig að það í rauninni bara, við vitum svo óskup fátt og það er svo áhugavert að ég nefndi áðan með þessar 200.000 króna sektir að það hefur síðan líka áhrif á hversu, hvar í forgangsröðinni vændismál eru hjá lögreglunni. Sem að þýðir í rauninni að þau lenda mjög aftarlega af því að sektir eru svo lágar. Þannig að þetta svona... Löggan velji verkefnin út frá því, eða hvað refsirammin er? Já, það í rauninni bara svolítið það sem að ræðu fyrir, því að refsirammin ánáttúrulega að segja einhvað til alvarleika brótana, þannig að það hefur þetta allt áhrif. Þessum hálflöggan að rannsaka þessa meintu hryðjuverkaógn því að það ævilangt fangilsi við það að skipuleggja hryðjuverk þótt að þú gerir það ekki. Já, þetta bara hefur komið fram, núna er ég bara vísi rannsóknir, það sem að þetta kemur fram. En mér langar líka að taka fram að Sveina tók líka viðtal við forsvarsmennsku Rauðu regnhlífarinnar sem eru samtök kynlífsverka fólks. Og það var mjög gagnlegt og þó að við getum sagt að þegar kemur að löggjöfinni þá séu stígamót annars vegar og þá þessir 14 viðmælendur svona öndverðu meiði við helstu áherslur Rauðu regnhlífarinnar sem eru afglæpavæðing að þá komið mjög skýrt í ljósi þessu viðtali við forsvarsmennsku Rauðu regnhlífarinnar að í rauninni er markmiðið það sama og það rýmaði mjög þetta að með einhverjum hætti koma til móts við fólk, tryggja að aðstæður fólks séu sem bestar og það rýmaði mjög vel eins og áherslur til dæmis Rauðu regnhlífarinnar og skaðaminnkun að það rýmaði mjög vel við það sem kom fram í mörgum viðtölum. Þannig að margir af þáttakundum í rannsókninni með tölunum þetta þótt að flestar þeirra væru hættar í vændi að þá var þeim mjög annt líka þennan hóp og sáum sem er í vændi núna, já. Það voru að sinna fólkinu á vígvellinu. Já, og það er alltaf... Á sama tíma og reynir að hindra fólk fara í stríð. Já, akkurat. Af því að það er, og það er auðvitað, það sem kom líka svo sterkt fram í viðtölunum sem er svo mikilvægt að halda til haga, að í byrjun upplifði þessar konur, flestar held ég, einmitt valdeflingu í þessum aðstæðum og þú getur örugglega lýst því betur Sveina einmitt svona hvernig Já, það upphafi þegar konurnar byrja í vændi þá finna þau þegar þessi ákvörðun er tekin og þegar vændi er að byrja að þá töluðu þar að þar upplifir rosalega mikið vald í því að geta sagt nei, að geta valið og hafnað einhverjum konuna ég ætla að tala við þennan en ekki hinn og eins og ég sagði þá er þetta konur sem hafa orðið fyrir ítrekuð kynferðisofbeldi og þarna eru þær komnar í þessar aðstæður að hafa neitunarvaldið þannig að þær þeim finnst þær vera að koma með stjórnina og orðaði svo vel að hún upplýði sig í stjórnastöðunni þegar hún var í þessum samskiptum við fólk en leið hún mætir á staðinn og var komið peningan í hendunar að þá var hún ekki við stjórnina lengur vegna þess að þá er hún búin að borga henni og hún hefur ekki getað neitunarvald lengur. Leið hún er búin að þiggja þessa peninga þá er hún bara skildug til þess að vera á þessum stað í þennan tíma og gera það sem þessi konu vill. Þannig og þær lýstu því eiginlega allar að þetta hafi verið rosalega valdeflandi fyrst sinn og einmitt margar sem að einmitt hefur verið brotið á eða vantaði einhvers konar samþykki í lífinu að þarna upplöðu rosalega kynferðislegt samþykki að þarna er einhver sem er tilbúin til þess að borga háa upphæð til þess að fá að vera með sér og upplýði sér rosa sérstakars en svo bara kom rosalega fljótt í ljós að þær voru ekki við stjórn og mistu tökin á þessu alveg rosalega hratt og upplýði sig tölu rosalega margar að þær upplýðu þær fundu svo vel hvað þær voru fyrir kúnanum. Þótt að þær voru ekki allir að beita ofbeldi að þá fundu þær rosalega vel að þeim var alveg samið þær og þeim fannst þeim þetta var mjög óeðlilega mannið samskipti. Já og þetta var og þær upplýðu þessi valdarstöðu rosalega mikið. Valdarstöðu sem kaupir. Já þennan valdamun sem er á milli kaupanda og seljanda. Þannig að þessi valdefling sem maður upplifði fyrstum sinn, hún var rosalega fljótt að víkja fyrir stjórnleysi.
Herðu, þetta stórt vandamál, útbreitt, veldur miklu skaða, en það er lítið gert í þessu, akkur er það? Já, sko, ég upplifa að þið erum búin að vera í þessum ofbeldisbransa svolítið. Þá finnst mér einmitt þetta vera akkurat hópur sem sko jaðarsettur innan þessarar sko jaðarsetningar. Þannig að mér finnst ég upplifa skynja mjög skýrt þessi svona tilhneiging til þess að vilja einhvern veginn ekki vita af þessum vanda og við sjáum það. Það meinar að skemmi baráttu þeirra sem að berjast gegn heimilisofbeldi eða kynbundnu ofbeldi, kynferðislegu ofbeldi. Nei, ekki þeim hætti. Það sé erfitt að hafa þetta með. Nei, alls ekki. Ekki sko þar. Heldur þá ég bara í rauninni kannski svolítið að vísa í afleiðingarnar. Það sem ég að tala ég kannski frekar mitt að vísa í svona orðræðu samfélagsins og hvernig við sem samfélag viljum svolítið halda, svolítið ríghalda í þessi hugmyndum að fólk sem í vændi að það sé vegna þess að það hafi bara valið það algjörlega frjálst, óháð öllum samfélagsöflum sem hafa þetta áhrif á okkur öll. Þannig að það sú hugmynd sem að mér finnst við vera svona ríghalda í sem gerir það að verkum að þessi hópur mjög afskiptur og mér finnst það mitt líka birtast svo vel í viðtölunum hvernig sko þær upplöðu mjög sterkt þessa orðræðu sem að jók mjög á þeirra skömm og sjálfsásökun. Veist að auðvitað meina, þú valdir þetta, akkur þetta kvarta, þetta ekki bara æðisleg vinna? Veist þannig að það sú samfélagsorðræðu sem að þær í rauninni að díla við. Og við þá það sérstaklega tengt konum eða vændiskonum eða þetta svona að það geta verið ýmsar skýringar fyrir sko stöðuðinni en á endanum tókst þú síðasta skrefið og það þín svona þín persónulega ábyrgð. Er það þessi hugmynd sem að væri þá í samfélaginu að þess að geti sagt við einhvern sem að rústa lífið sínu á drykkju að hann tók sopan sko. Það tróðs ekki nýðig. Þetta er í svona mörgum stöðum eða er þetta sérstaklega bundið að þetta eru konur? Já, ég held að tengist því, það gerir það alltaf, en að því hún nefndir eins og varðandi sko alkohólisma eða fíknisjúkdóma aðra sko. Eða eitthvað sem brýst inn og gerir eitthvað í einhverju örvæntingu og þú veist að við skiljum það allt saman, en hann náttúrulega endanum brýst inn sko. Já, það enginn sem hendanum inn á gluggan sko. Já, en fyrra dæmi svo nefnir, þá komin þessi svona aukna meðvitund þú veist að tala alkohólisma sem sjúkdóm og svo framvegis. En þegar kemur að vændi að þá finnst mér orðræðan með allt öðru snið. En þá utan borgarmúrana einhvern veginn. Já, svolítið. Ekki lyftinn. Já. Herðu, þetta var áhugavert. Þakka ykkur fyrir að koma hingað og tala þetta mál, mikilvæg mál. Sveina og Gyða. Takk fyrir. Ég segi þá laugaborðinu lokið í kvöld. Þakka gestum mínu fyrir að koma hingað við og ykkur sem að hlustuðus. Við hittust aftur á morgun klukkan 8. Þá verður ykkur allt önnur mál til umfjöllunar.